Komið sæl. Þeir eru að lumið. Í dag ætla ég að gera svolítið öðru svolítið en ég er vanur. Mér langar til að segja ykkur frá einni persónu sem ég var að lesa mig til sem heitir Charles Fitch. Það vill svo skemmtilega til að á vefsíðu það sem hægt að lesa flest öll rit Ellen G. White, það líka hægt að lesa ýmislegt frumkvöðla aðventreyfingarinnar og hvað þeir skrifuðu. Margar bækur á þeirra vegum. Charles Fitch var einn þeirra. Og hann var prestur í Presbyterian kirkju í Newark á 19. öld. Og þetta var fyrir vonbrigði miklu sem á þessu stað 1844. En hann gekk síðan til liðs við svokallaða Millerite-hreyfingu. En það er hreyfing sem að boðaði endurkomu Krists árið 1844. En eins og við vitum þá var aðventreyfingin ekki til á þessum tíma. Hún kom seinna. Reyndar var Charles Fitch ekki fyrir neinum vonbrigðum árið 1844 því hann lést viku fyrir vonbrigðin og hafði því dáið í þeirri trú að Kristur var að koma innan nokkura daga og hann yrði reistur upp á öðrum trúðum. En hann sefur í gröf sinni fram að þenn degi þegar Kristur kemur aftur að sækja okkur öll. Og mér finnst það var gagnlegt að lesa þessa merku menn á þessari síðu sem ég gat hvaða skoðanir þeir höfðu og komast að því hvað við getum lært af þeim. Og mér langar því að deila með ykkur því sem ég var að lesa hann núna nýlega. Þegar hann var prestur í Presbyterian kirkjunni í Newark, í New Jersey, að þá var hann spurður nokkura spurninga af nefndamönnum það var nefnd sem hafði verið skipuð af kirkjunni til að ræða ýmis mál. Og hann segir frá því að fljótlega eftir að mér barst athugasemd frá einum úr nefndinni þar sem hann lagði fram eftirfarandi spurningar á vinsamlegan og kristilegan hátt. Og hann óskaði eftir svari. Og hvaða spurningar voru nú þetta? Það voru þessar spurningar. Trúirðu því að Biblían kenni að menn séu fullkomnir í heilagleika í þessu lífi? Og spurning númer 2. Í hvaða tilfellum eða hvaða persónur voru án syndar í sögum Biblíunar nema Kristur? Og 3. spurning, af öllum þeim frásögnum af píslavottum sem við höfum skráðar endurminningar frá, hversu margir af þeim finnst þér hafa verið fullkomnir? Og svo spurning númer 4, í nútímanum hafa ekki bestu menn augljóslega verið syndugir, meira og minna, og hafa þeir ekki talið sig vera það? Og 5. spurning, í kunningjahópnum hafa þeir sem haldið hafa fram fullkomnun, hafa þeir ekki yfirleitt reynst vera jafn miklir syndarar og aðrir. Og spurning númer 6. Eru þeir í kringum þig sem halda þessu fram hóværari og andlegri en aðrir? Og númer 7. Þeir sem halda fram fullkomnun, lenda þeir ekki oft í áþreifanlegu ósamræmi? Og 8. spurning, lýsir þú þeirri trú að þú sért almennt syndlaus í hugsun, vilja, orði eða verki? Og 9. og síðasta spurningin, hefur þú ákveðið opinberlega að kenna og verja þá afstöðu að það séu menn á meðal okkar sem eru syndlausir? Þannig að það er nokkuð ljóst hvert verið að fara með þessu spurningum. Og mér langar að deila með ykkur því sem Charles Fitch svarar. Þannig að þetta er kannski ekki svo mikið orð frá mér, þetta eru orð frá honum sem ég er að færa ykkur í dag. En hann byggir svar sitt eingöngu á Biblíunni, orði Guðs. Enda hafði hann ekki skrif Ellen G. White til umráða á þessum tíma. Hann þurfti því að byggja svör sín á orði Guðs eingöngu til að svara þessum 9 spurningum frá nefndinni.
Og mér langar því að deila með ykkur því sem hann svarar. Hann byrjar á því að vitna í 1. Pétursbréf, 1. kafla og vers 15 og 16. Verið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun, eins og sá er heilagur sem yður hefur kallað. Ritað er, verið heilagir, því ég er heilagur. Og Charles Fitz, hann hugsaði smá stund þetta atriði eftir að hafa lesið þennan texta og segir svo: ég ætti ekki að búast við því að dvelja þar sem Guð dvelur, nema ég sé með persónuleika sem er að fullu samlagaður hans, nema ég elska að fullu og óskiptu hjarta það sem hann elskar og hata það sem hann hatar og allt það sem hann hatar með fullu hatri til samræmis við hann. Það má ekki vera í mér nálgun á neina hugsun eða tilfinningu sem er ekki í fullkomnu samræmi við allt sem að Guð er og við allt sem Guð gerir. Þannig að hann að segja að það sé það sem er átt við með þessum texta í 1. Pétursbréfi. Við verðum að elska það sem Guð elskar og hata það sem Guð hatar. Og næst vitnar hann í Lúkas 1, 68 og 69. Lofaður sé drottinn Guð Ísraels, því að hann hefur vitjað liðsins og búið honum lausn. Hann hefur reist oss horn hjálpræðis í húsi Davíðs þjónsins. Og svo yfir í vers 74 og 5. Að hrífa oss úr höndum óvina og veita oss að þjóna sér óttalaust í heilaleik og réttlæti fyrir augum hans alla daga vora. Að þjóna Guði í heilaleika. Og næsti texti sem hann fór í er sennilega eitt sá beinskiptasti og djúpstæðasti. Hann er að finna í 7. kafla Rómverjabréfsins. Við skulum bara fara í gegnum það sem Páll er að segja í þessum kafla. Við byrjum á öðru versi, vers 27. Fjarri fer því, vér sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni? Eða vitið þeir ekki að allir við sem skírðir erum til Krists Jesú erum skírðir til dauða hans? Við erum því dánir og greftraðir honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Því að sá sem dauður er leystur frá synd. Og hoppum yfir í vers 11-15. Þannig skulu þér líka áleita yður sjálfa vera dauða syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama yðar, svo að þér hlýðnist gindum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóðið sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. Synd skal ekki drottna yfir yður því að ekki eru þér undir lögmáli, heldur undir náð. Hvað þá eigum við að syndga að því að við erum ekki undir lögmáli, heldur undir náð, fjarri fer því. Og næsti texti sem hann vitnar í er tekin úr öðru Pétursbréfi 1:4. Með því hefur hann veitt á sinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skyldu verða hlutakendur í guðlegu eðli þér hafi komist undan spillingunni í heiminum sem gindin veldur. Hlutakendur í guðlegu eðli, mikið og dýrmætt loforð. Og setjum þetta í samhengi hér við það sem hann vitnar í 1. Jóhannesarbréf 3:3. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur hreinn. Og í 6. versi,
Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Og 9. vers. Hver sem að Guði fæddur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann fæddur af Guði. Mögulega sterkustu orð þetta efni í allri Biblíunni. Og aftur var bróðir Fitz með ummæli þennan texta. Hann segir, það hafa verið gerðar ráðstafanir til að gera kristnum manni kleift að ganga fram fyrir Guði í heilaleika og réttlæti alla daga lífsins og vera þannig í Kristi að hann syndgi ekki. Það eru ráðstafanir í boði fyrir okkur í dag, segir hann. Og næsti texti síðara Korinthubrefi 7:1. Þar vér því höfum þessi fyrirheit, elskaðir. Þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnun helgun vora í Guðsótta. Svo spurningin hér þessi loforð að við getum lifað án þess að syndga. Hvernig getum við gert það? Og við þurfum að fara núna í Gamla testamentið og lesa hér í Esekiel 36, 25-27. En þar segir, ég mun stökkva hreinu vatni á yður, svo að þér verðið hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgoðum, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varveitið setninga mínar og breytið eftir þeim. Þannig að svarið við því hvernig þetta mögulega hægt kraftaverk Guðs. Guð mun setja nýtt hjarta innra með okkur. Guð mun taka steinhjartað úr okkur og hann mun setja anda sinn í hjörtu okkar svo að við munum að sjálfsögðu hlýða honum. Nú það annað sem við þurfum að taka eftir í þessum sama kafla í Esekiel 36, en það 23. versið. Og ég mun helga mitt mikla nafn sem vanhelgað var meðal þjóðana. Það þér vanhelguðuð meðal þeirra til þess að þjóðirnar viðurkenni að ég drottinn, segir drottinn Guð. Þá ég auglýsi heilaleika minn á yður í augsýn þeirra. Þannig að þetta snýst hvernig þetta fólk sem Guð mun setja anda sinn í, mun helga nafn Guðs, mun sanna að Guð heilagur Guð. Í stað þess að vanhelga nafn hans, munu þeir helga nafn hans. Nú hann heldur áfram og vitnar í 2. Korinthubréf 6, 16-18. Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við eru musteri lifanda Guðs. Eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Farið burt frá þeim, vertu aðskilin, snertu ekki hið óhreina. Þú ert musteri hins lifanda Guðs. Og í næsti textin hans 1. Þessalónikubréf 5, 23-24. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sál og líkami, varveitist alheil og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krist. Trúr sá yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Þannig að við mögum ekki gleyma þessari síðustu setningu. Hvernig hægt að varveita sál og líkama óaðfinnanlega? Hann mun gera það. Ekki af hæfileikum okkar, heldur af krafti hans. Og þannig mun það gerast.
Og bróðir Fitz hefur nokkrar athugasemdir við það sem við höfum lesið, svo við getum, það væri gott fyrir okkur að heyra það núna. Með fyrirheitum Guðs, þá hreinsum við okkur af öllum óhreinindum holds og anda og fullkomnum heilagleika í Guðsótta þegar við trúum á Drottinn Jesú Krist. Að þessi fyrirheit muni rætast okkur, hans vegna. Sá sem treystir á Krist til að vera varinn frá synd maðurinn og eini maðurinn sem hefur Guðs ótta. Hann veit að hann mun aldrei í neinu tilviki viðhalda sjálfum sér og flýr því alltaf til Krists. Svo bætir hann líka við þessari athugasemd. Ég vænti þess að hann samkvæmt eigin fyrirheiti verði trúr til að helga mig og varðveita anda minn, sál og líkama óaðfinnanlega allt til komu Drottins vors Jesú Krist. Því vænti ég þess að vera í honum og hver sem í honum syndgar ekki. Þannig að þetta eru þær vonir og væntingar sem hann deilir. Ef við vonumst ekki eftir og búumst ekki við einhverju, mun það aldrei rætast. Og því væntum við þess að hann verði trúr fyrirheitum sínum og geti helgað okkur og gert okkur fullkomlega heilög. Og næsti texti úr Efesusbréf 5:27 og þetta vísar til kirkjunnar í heild sinni. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku né neitt þess háttar. Heilög skyldi hún og lýtalaus. Og hér í Rómverjabréfinu 4:20-22, hann að tala hér Abraham og prófraunina á trú Abrahams. Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess fullviss að hann máttugur að efna það sem hefur lofað. Fyrir því var þá honum og til réttlætis reiknað. Takið eftir því, Abraham var loks sannfærður að það sem Guð hefði lofað gæti hann framkvæmt. Hann trúði því að Guð væri fær að framkvæma og þess vegna var það tilreiknað honum til réttlætis. Og bróðir Fitz, hann deilir hér hugsunum sínum þennan texta og hann segir: Eftir að hafa kynnt þér skoðanir mínar og tilfinningar varðandi helgunina, hefur þú samþykkt ályktun þar sem þú lýsir þeim sem hættulegum mistökum og áminnir mig að predika þær ekki lengur. Og ég verð því að segja, bræður, og geri það af allri hógværð og auðmýkt, að ég get ekki virt áminningu yðar. Svo eftir alla þessa texta, eftir öll þessi sönnunargagn sem hann lagði fram, þá segir stjórnina að þetta veru hættuleg mistök og hann mætti ekki predika þetta lengur. Þetta var loka niðurstaðan í þessari rannsókn. Og Fitz, eftir að hafa lýst því yfir að hann gæti ekki virt áminningu þeirra, hélt áfram með þessum orðum: Á meðan þú segir fólki þínu að það eigi að vera laust við synd og að það sé algjörlega óafsakanlegt að vera það ekki, og á meðan þú biður þess að þeir verði leystir frá allri misgjörð, þá vita þeir vel að þú átt enga von á því að það gerist meðal þeirra í þeirra lífi. Og þess vegna eru allar hvatningar þínar og bænir og að öllu leyti glataðar. Og fólk þitt veit að þú býst við að þeir muni lifa í synd til dauða, og á meðan þú hvetur þá til að vera lausir við synd, sýnir þú þeim enga leið til að ná því markmiði. Og að halda því fram að það séu hættuleg mistök fyrir þau að búast við að ná því marki þar til þau deyja. Og þess vegna eru allar tilraunir þínar til að leiða líð Guðs til helgunar fullkomlega gagnslausar. Ég á hinn bóginn ekki að hvetja þau til að elta drauga sem hversu einlæglega og erfiðlega leitað eftir munu komast undan allt til dauða. Ég að leiða þau til að njóta blessaðs og dýrlegs veruleika sem þeim geymdur í Kristi
og sem þau mega hver og ein tryggja sér og njóta ríkulega. Það virðist vera undraverð ósamræmi í því að hvetja kristna menn til heilagleika hjartans og lífs og segja þeim leið að þeir geti aldrei verið án syndar meðan þeir lifa og að þeir búist við að Kristur sem kom til að taka burt syndir muni nokkuð tímann gera það fyrir en hann tekur burt anda þeirra. Og það á að segja að þeir hafi það meðtekið hættulega villu. Og svo segir hann hér, þegar varmenn Ísraels hrópa í eyru fólksins að enginn hafi nokkuð tíma verið eða muni vera í Kristi og syndga ekki á jörðu, að Guð sem svarið hefur að gjöra það, mun aldrei gefa okkur það. Hvers megum við þá vænta nema þess að margir sem þrá frelsun frá synd muni örvænta í tilraun sinni til að öðlast hana og lúta í örvæntingu undan vilja andlegra krafta og lifa lífi sínu í hræðilegri ánauð þegar þau gætu notið frelsis þar sem þeir með Kristi geti orðið frjálsir. Og svo aðrir sem gleðjast yfir því að hafa slíka afsökun fyrir syndum sínum, hugga sig í veraldlegri hegðun sinni og vanheilagri eftirlætisemi sinni með þeirri tilfinningu að ekki sé ætlast til þess á meðan þeir lifa að vera lausir við synd. Þetta lítur út fyrir mér eins og læfis á hættulega snörur hins mikla óvinar Krists og kirkju hans. Hér sýnist mér liggja hættulega villa. Það til mikill fjöldi ritningatexta sem hægt að setja fram sem sýna þann sannleika að í eðli sínu og iðkun fram að endurnýjun allt mannkynið illt, aðeins illt og það stöðulega. En ef einhver í Kristi, þá hann ný sköpun. Hið gamla orðið að engu og allt orðið nýtt. Slík persóna algjörlega ekki það sem hún var áður. Og þeir ritningatextar sem lýstu persónu hans áður geta ekki lýst því hvernig hann núna. Ritningarnar sem eru notaðar til að lýsa þessum tveimur persónum standa í beinni andstöðu við hvor aðra. Þessi ritningatextar sem treystir á til að sanna að fólk Guðs verði aldrei gert fullkomið í Kristi Jesú og meðan það lifir, eru settið fram til að lýsa persónu eins óendurnýjaða en ekki persónu þeirra sem eru í Kristi Jesú og eru því ný sköpun. Svo hann að benda á að það eru textar í Biblíunni sem lýsa illum athöfnum og hugsunum óendurlausrar manneskju og ætti ekki að nota til að lýsa þeim sem hafa endurfæðst. Hann lýkur svari sínu með þessum orðum: Get ég sagt fólki Guðs að þau hafi engan frelsara frá synd alla sína ævi og að þau þurfi að erfiða eins og mikið og þau geta til að finna leið lífsins og biðja eins heitt og þau kunna og treysta á frelsara sinn til uppfyllinga loforðana eins fyllilega og þau kunna, en að þau séu dæmd í vonleysi til að synga gegn þeim lausnara sem þau elska meir og minna allt til dauða stundarinnar og að öll hróp þeirra og barátta hjálp sé til einskis og þeir hljóti að vera einhverju leyti uppreisnar menn gegn hinum endalega kærleika þar til grimmur dauðinn birtist til frelsunar þeirra. Mér sýnist sem fólk sem játast Guði þekki ekki frelsara sinn, segir hann, og það mikill mannfjöldi sem virðist alls ekki vilja þekkja hann, að halda í þá kenningu sem þú kallar hættulega villu og trúa því að hún sé bjartasta von fagnaðarerindis frelsara míns að hún sé sönn. Og ég veit að ef þú vissir blessunina af því að treysta að fullu á Krist sem lausnari þinn frá allri misgjörð, það enginn sá maður sem myndi ekki vilja taka við slíkum boðskap. Þannig lauk hann vörn sinni varðandi þær spurningar sem lagðar hefur verið fyrir hann.
Þetta voru rök bróður Fitts, prest sem notar aðeins Biblíuna, og ég segi einfaldlega þetta: hér erum við 150 ár og meira frá þeim tíma og enn verið að bjóða okkur sömu andmælin í dag, og ungum presti barst af prestastjórn á þessum tíma. Það mjög lítill munur og svörin sem við verðum að gefa við þessum spurningum, að mér sýnist, ættu að vera svarið sem bróðir Fitts gaf. Hann las einfaldlega biblíutextana sem segja okkur að við ættum að vera dáin syndinni, að við réttlætum nafn Guðs með heilagleika og réttlátu lífi, og við ættum ekki að fullvissa fólk okkar að synd sé svo ríkjandi afl í lífi okkar að við munum aldrei geta sloppið við hana fyrir inn í dauðanum. Og í dag verið að spyrja okkur sömu spurningana, munu svör okkar verða eins sterk og eins biblíu tengd og sönnunargögnin sem hann bar fram og kendi, sem var kallað hættulega röng kenning. Ég tel að vandamál flestra sé að þó að við sjáum þessa texta í biblíunni, þá viljum við í raun ekki trúa því að okkur sé það mögulegt. Syndin einfaldlega of aðlaðandi. Við sjáum í raun ekki hversu viðurstyggileg syndin og margir hafa orðið kærulausir í þeirri trú að náð Guðs sé svo stór að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því þó við öðlumst ekki sigur yfir synd. Í framhaldi af þessu langar mig að segja ykkur eina sögu, eins konar dæmisögu af því hvernig þetta kemur til kannski í lífi fólks. Sagan af fjölskyldu frá stríðsárunum. Það var Hassel fjölskyldan. Það var faðirinn Franz Hassel, móðir Helena Hassel og börnin 3. Fjölskyldufaðirinn Franz var kvaddur í her nasista og hann bar trébyssu í sliðrinu, því hann vildi ekki hafa alvöru byssu svo hann myndi ekki freistast til að nota hana. Hann hafði líka óskað eftir því að vera settur í læknadeild hersins til að komast hjá því að vera í bardaga. En þessi stað var hann settur í að byggja brýr, enda voru þær stöðulega sprengdar í loft upp og flokkur manna vann við það að byggja þær jafnóðum upp aftur. Á meðan var eiginkonan, hún Helena, heima við að hugsa börnin. Næstum á hverju kvöldi voru loftarásir á borgina. Fjölskyldunni var margótt bjarga með yfirnáttúrulegum hætti frá þessum loftarásum. Íbúðahúsið þar sem þau bjuggu stendur enn í dag. Dag einn var barið á hurðina. Kurt, sem var elsti sonurinn, opnar hurðina og þar stóð mjög fínn heiðursmaður, klæddur borgaralegum jakkafötum, og á jakka hans var næla nasistaflokksins með hakakrossinum í miðjunni. Og svo stóð hann þar og hann var með armband handlegginn með hakakrossi á og hann var mjög vingjarlegur. Og hann spurði Kurt hvort móðir hans væri þar. Og svo fór Kurt og sótti móður sína í eldhúsið. Þau komu aftur út og börnunum var vísað inn í eldhúsið. Móðurinn fór aftur út og byrjaði að tala við þennan heiðursmann. Þegar hún var búin með samtalið og hann var farinn, kom hún aftur inn í eldhúsið þar sem börnin voru og hún sagði: börn, nú verðum við að biðja. Og hvað gerðist? Ég og faðir ykkar höfum verið boðið að ganga í nasistaflokkin. Þarna stóð hún frammi fyrir erfiðri ákvörðun sem trúuð kristin kona. Hún vissi það að hún gæti aldrei gengið í flokkin. Hún hafði þegar tekið þá djörfu ákvörðun þegar hún gekk götur borgarinnar að kveðja ekki nasista og segja Heil Hitler. Hún sagði einfaldlega á mjög vingjarlegan hátt með mjög stóru brosi: góðan daginn, guten tag. Það var hennar leið til að segja í hljóði: ég ekki samþykk því sem að gerast í landinu mínu núna. En þar sem hún stendur frammi fyrir embættismanninum segir hún: ég tek ekki svona ákvarðanir sjálf, ég þarf að hafa smá tíma.
og svo sagði honum það, hún myndi skrifa eiginmanni sínum og komast að því hver hans ákvörðun er. Hún sagði við tökum ekki svona stórar ákvarðanir nema í sameiningu. Við ræðum þetta alltaf saman og ég held að það sé gott ráð enn í dag. Svo í lok mánaðarins þegar engin launaseðill frá ríkinu barst, tók hún málið upp í kirkjunni á næsta miðvikudags bænasamkomu og trúsystir hennar sagði henni að þau myndu útvega henni peninga. Ekki að hafa áhyggjur af því, þau myndu lána henni peninga. Hún fór með henni í bankann og þar í bankanum tók hún út lífeyrissparnaðinn og hún rétti henni peningana. Hún dró djúpt andann þegar hún áttaði sig á því að peningurinn myndi styðja hana og fjölskyldu hennar í 6 mánuði. Hún sagði, systir, ég get ekki tekið við þessu frá þér. Þetta er lífssparnaður þinn. Og trúsystirinn segir, systir Hassel, við vitum ekki hvort við verðum hér á morgun, eða eftir mánuð, eða eftir ár. Þú þarft þessa peninga núna og ef við lifum bæði af þá veit ég að þú munt borga mér tilbaka. Taktu peningana, þú átt ung börn, maðurinn minn og ég erum gömul, við þurfum þetta ekki núna. Og svo fór hún að skrifa bréf til ríkisstofnana og reyna að komast að því hvers vegna tékkarnir bárust ekki. Mánuð eftir mánuð skrifaði hún eiginmanni sínum í fremstu víglinu bréf, þar sem útskýrði örvæntingu sína. Og nokkrum dögum síðar barst boðun til fundar næsta mánudag með Hasbringer, formanni nasistaflokksins, fyrir alla Frankfurtborg. Höfuðstöðvar nasistar voru staðsettar í byggingu, brúnu húsi sem hafi orð á sér því að fólk sem þangað var kallað það sjaldan séð aftur. Hún vissi að það voru ólýsanlega grimmdarverk sem áttu sér stað innan veggja þessari byggingar af Gestapo, leynilögreglunni. Og hún vissi að við þær aðstæður gæti hún aldrei sé börnin sín aftur. Svo safnaði hún börnunum saman og þau báðust fyrir. Börnunum var bent á að fara ekki í skólan þennan mánudag þegar hún átti tíma, heldur áttu þau að bíða eftir að móðir þeirra kæmi aftur. En ef til þess kæmi að hún kæmi ekki aftur, þá var búið að gera sérstakar ráðstafanir við kirkjumeðlimi þar sem þau skyldu vera vistuð í öryggi. Hádegisbil kom móðurinn tilbaka og hún útskýrði fyrir börnunum. Ég þarf að segja ykkur frá kraftaverki sem átti sér stað í dag. Þegar ég kom, skilaði ég pappírunum mínum og var sagt að fara upp á 11. hæð. Þar var stór skrifstofa og stór skrifborð úr hnotu með slípuðum koparmerki og á því stóð Gaia Láti Hasbringer. Og fyrir aftan sagði maðurinn í einkennisbúningi með armbandur á hægri handlegg og hann stóð upp og bað mig að setjast niður og ég sagði honum að ég myndi helst vilja standa áfram. Svo opnaði hann möppuna fyrir framan sig og spurði hvort ég vissi hvers vegna hún væri hér. Og hún svaraði því til að nokkur mánuðum áður hefði þeim verið boðið að ganga í flokkin en hún hefði ekki svarað fyrir hún hefði heyrt í eiginmanni sínum. Já, sagði hann, ég með mjög saknæm skjöl hér á borðinu mínu, þar sem kemur fram að þú hafir neitað að ganga í nasistaflokkin, að þú neitir að ganga í deild kvenna og að börnin þín mæti ekki í skólan á laugardögum. Ertu kannski gyðingur? Og hún svaraði, nei, ég ekki gyðingur. Ég held hvíldardaginn sem gyðingar halda vegna þess að ég mótmælendakristinn, 7. dags aðventisti og ég tilbið á laugardegi vegna þess að Guð skapaði heiminn á 6 dögum og hvíldist á 7. degi og hefur fyrirskipað okkur að gera hið sama. Í boðorðum sínum skrifaði Guð með eigin fingri að við ættum að halda hvíldardaginn og halda hann heilagan. Og það lögmál hefur aldrei breyst. Hann starði á hana í mjög langan tíma og svo teygði hann sig í símann og sagði,
Vinsamlegast athugu hvort frú Hassel sé meðlimur í 7. dags aðventista. Og hann beið í nokkur augnablik og síminn hringdi tilbaka og það var staðfest. Hún fór að finna fyrir smá von í hjarta sínu og svo sagði hann: ég veit 7. dags aðventista. Þekkir þú nokkuð Snæders fjölskylduna? Hún þekkti Snæders vel. Hann var öldungur og starfandi prestur í kirkju þeirra á meðan eiginmaður hennar var í stríðinu. En það sem hún var ekki viss hvort hún ætti að tala Snæders og koma þeim í vandræði við nasistaflokkin, þá hikaði hún stund. Og á þeirri stundu hélt heiðursmaðurinn áfram og sagði: ég þekki Snæders. Húsið okkar var nýlega sprengt og við þurftum að flytja og 9 nágrannar okkar í næsta húsi eru Snæders og þeir hafa verið yndislegustu og gestristustu nágrannar sem við höfum nokkuð tíma átt. Svo ég og kona mín höfum upplifað. Og reyndar hafa þau boðið okkur í mat. Þau hafa fært okkur nýbakað brauð. Þau hafa verið fallegi nágrannar og kristnir 7. dags aðventistar eins og þú. Hann lokaði möppunni fyrir framan sig og sagði svo: frú Hassel, mér þykir svo leitt að hafa truflað þig í dag. Ég mun grafast fyrir þetta mál og ég mun leysa þetta mál fyrir þig. Þú segist ekki hafa fengið meðlagsávísanir þínar. Hvað heldurðu að hafi komið fyrir þær? Og hún sagði: ég tel að þær hafi verið stöðvaðar vegna þess að ég neitaði að ganga í flokkinn. Og ég að segja þér núna að ég mun ekki ganga í flokkinn. Ég mun halda áfram að halda hvíldardaginn og ég mun vera trú Guði, sama hvað afleiðingar það hefur. Ég get ekki gengið í flokk sem byggir á trúleysi sjónarmiðum og ég mun vera trú samvisku minni. Hann stóð á fætur: frú Hassel, ég dáist að staðfestu þinni. Ég trúi líka á frelsi til að trúa því sem við viljum trúa og ekki hafa áhyggjur af peningunum, ég mun sjá það. Hún vissi ekki hvað hún átti að segja, svo hún muldraði orðin Haspringer, takk kærlega fyrir. Og þá segir hann: varðandi það, ég reyndar ekki Haspringer. Hann veiktist mjög í morgun og gat ekki komið á skrifstofuna. Ég staðgengill hans. En ég hef fulla lögsögu í þessu máli og ég mun sjá til þess að þetta embætti að það trufla þig aldrei aftur. Henni var fljótlega tilkynnt að hún gæti sótt meðlagsávísunina hjá ríkinu og komst að því að allar bakgreiðslur voru þar líka. Hún borgaði systir Geysir tilbaka og trúr loforði sínu, þá heyrði hún aldrei aftur frá flokkshöfðustöðunum. Guð hafði frelsað þau og efnt loforð sitt sem að finna í Sálmi 91, 3-4. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Nokkru síðar var aftur barið að dyrum. Að þessu sinni var það nágranni úr sama fjölbýlishúsi, frú Newman. Hún sagði við hana: ég í örvæntingafullri stöðu. Getur þú falið gyðingastrák í íbúðinni bara í nokkur tíma? Gestapó á leiðinni og mér hefur nýlega verið tilkynnt að þeir séu á næsta leiti. Vinsamlegast hjálpaði mér. Hún hafði ekki hugmynd að nágranni hennar Newman var hluti af neðanjarðar samtökum sem lauma gyðingum úr landi. Hún hikaði aðeins í smá stund og sagði svo: vinsamlegast komdu með hann núna. 13 ára drengur fluttur strax í íbúð hennar og hann falinn í skáp. Og svo sannarlega þegar gestapó kom, fundu þeir hann ekki og ekki heldur í íbúð nágrannans og fóru þá að leita í allri blokkinni, hver íbúð að fætur annari. Og nú stóð hún frammi fyrir miklum siðferðisvanda.
hvað myndi hún gera? Og svo voru þeir komnir að dyrum hennar. Þeir börðu og hún opnaði. Við erum með húsleitar heimild. Við höfum grun að þú sért að fela gyðing. Veistu hvað mun gerast ef við finnum hann? Og hún stóð frammi fyrir ákvörðun. Mundi hún ljúga til að vernda litla drenginn? Myndi hún gera það og ganga gegn öllu því sem hún hefði kennt börnunum sínum? Og samt myndi hún hætta lífi drengsins. Ertu að fela gyðing? Þau spurðu beint. Og á því augnabliki datt henni bara í hug þegar hann fór með hljóðabæn. Hún segir, vinsamlegast herrar, komið inn og leitið í íbúðinni minni. Og þeir segja, við spurðum þið ekki það, við spurðum þið beint út hvort þú sért að fela gyðing í íbúðinni. Og hún segir, herra mínir, ykkur frjálst að koma inn og leita hvar sem þið viljið. Og þeir horfðu á hvorn annan og sögðu í þriðja sinn, við erum að spyrja þið beint út, ertu að fela einhvern í íbúðinni þinni? Og á því augnabliki þá steig hún aftur, opnaði hurðina upp á gátt og sagði, herra mínir, ég hef boðið ykkur inn, nú í þriðja sinn, vinsamlegast komið og leitið hvar sem þið viljið. Og mennirnir litu hvort á annað, þökkuðu fyrir sig og fóru á næstu íbúð. Í þessum aðstæðum hélt hún ráðvendni sinni og Guð kom þeim til hjálpar og bjargaði ungum manni. Hugsið ykkur staðfestu þessarar konu. Hún hafði ekki verið í neinum vafa það að það er mögulegt að hafa sigur yfir synd. Jafnvel frammi fyrir því að eiga það á hættu að tapa lífi sínu. Og ég trúi því að innan tíðar munum við einnig þurfa að standa með orði Guðs, andspænis fangelsun og jafnvel lífláti. Hver verða viðbrögð okkar þá? Verður við staðföst eins og hún frú Hassel? Eða munum við bugast undan slíku álagi? En við getum ekki staðið staðföst með boðorðum Guðs í dag, þegar lítill sem engin þrýstingur er á okkur að standa. Hvernig getum við þá staðið þegar álagið verður á okkur, eins og Hassel fjölskyldan þurfti að upplifa? Við skulum hugleiða það og þakka ykkur fyrir.